Verið þið hjartanlega velkomin að skjánum. Ég ekki frá því að þessi komin föstudagur og þetta að sjálfsögðu föstudags þátturinn sem að heilsar ykkur. Og það orðið ansi jólalegt hérna hjá okkur og við ætlum að byrja þennan þátt á jólalegum nótum og tala dálítið jólatré meðal annars. Því hingað til mín í þáttinn komin Ingólfur Jóhannsson, framkvæmdastjóri Skógræktarfélags Eyfirðinga. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir það. Og þetta náttúrulega dálítið mikil vertíð hjá ykkur, ekki satt í Kjarnaskógi? Það brjáluð vertíð. Það svo sem Kjarnaskógur náttúrulega stærsta lýðheilsu miðstöð landsins eins og þú veist. Já, heldur betur. Þannig að þar þarf alltaf að vera á fullu og snjófölin undanfarið, hún búin að vekja mikla hamingju, en við þurfum alltaf að hafa hann svona bara kláran til að taka á móti fólki. Já. Og þið sjáuð allt svona, hvað getum við talað viðhald á skóginum eða brautunum og því að þetta sé? Já, við reynum bara höldum honum svona gangandi, þú veist, bara þróum hann áfram svona til komandi kynslóða og reynum að sjá hann sé sómasamlegur til að taka móti fólki. Þetta breiður hópur, bara eins og núna yfir veturinn, þá gamla fólkið mætt klukkan 8 á mótnana og svo koma þeir sem að vera hundin, þeir örlítið síðar á ferðinu og svo kemur skíðafólkið og hjólafólkið og það mikil þörf fyrir að nýta svona svæði. Já, í stöður í notkun. Og svo bætist þetta við með jólatrén og hvenær byrjið að undirbúa það? Það eiginlega búin að vera jól í Kjarnaskógi svona síðan í október. Já. Það bara þannig, við byrjum kannski þá erum við að höggva jólatré sem að nýtast utandyra. Og eins og þetta árið fólk snemma í að gleðja sig, ekkert að fara neinu offar, en það gríðar mikið fólk sem að vill bara fá lítið tré með ljósi heima á pall til að bara svona gleðja þessa tíma sem við lifum á og margir sem að kannski halda sig mikið heima og svona, ljóstýran hann á svölunum gerir manni gott. Já, gott að hafa eitthvað sem gleður augað svona út undan. Einmitt. Þannig að fólk hefur byrjað tímanlega sem sagt. Já, það gerði það og búið að vera mikið í því. Svo síðan erum við að svona núna í byrjun desember þá opnuðum við bara hefðbundna jólatrjáasölu í Kjarnaskógi þar sem fólk kemur og svona velur úr miklu úrvali af trjám sem við erum búin að höggva. Já. Og það svona komið vel í gang. Einmitt. Og jólin eru svo sem meira, næstu 2 helgar, þá bjóðum fólki að koma út í skóg, út í Hörgársveit í Laugalandsskógi og þar getur bara valið þitt tré og háð stærð eða tegund. Já. Og skokkað aðeins með fjölskyldunni í skóginum og svona þreytt krakkana pínu. Já, sniðug leið til þess að kaupa sér frið og ró kvöldið kannski. Já, svo þetta gaman. Þegar fólk fer út í skóg, það alveg tekist á hvaða tré á að velja og svoleiðis. Já. Svo þegar fjölskylda búin að komast að, einhver þarf ofta að lúffa og hann fær ekki sitt tré, en þau verða svo verðmætt þegar þau koma heim í stofu þessi tré. Já. Því að þetta var bara fjölskylda ákvörðun og við erum að taka á móti kannski 3. kynslóð af fólki sem kemur í Laugalandsskóg og að sækja jólatréð því að gerði það þegar það var lítil börn. Já, einmitt. Þannig að þetta bara fjölskyldu hefð hjá mörgum. Já, þetta sterk. Já. Sterk hefð og taugar í þetta. Akkúrat. Og svo náttúrulega, út af þessum fordæmalausu tímum sem við lifum og þá eruð þið farin að bjóða upp á það að keyra heim líka, það ekki? Jú, við gerum það á Akureyrarsvæðinu og komum á flutningamiðstöðvar eins og þarf. Já. Og ég sé alveg þetta þakklátt. Það svona, svo ég sé til dæmis það mikið af fullorðnu fólki eða bara mikið af fólki sem heldur sig heima, vill helst ekkert vera að þvælast í búði eða þannig og það bara hringir og við veljum tré og setjum það á dyrapallinn og svo bara veifað og það sett í glugganum þegar við förum og ég finn alveg fyrir fólki þakklátt að eiga kost á þessu. Já, einmitt. Þetta líka búið að vera merkilegt ár í sögu Skógræktarfélags. Áttu ekki 90 ára afmæli á þessu ári? Jú, við erum elsta starfandi skógræktarfélag landsins og urðu nýræð 11. maí í vor. Já.
það var voða skrítið að geta ekki haldið hérna flugeldasýningu veislu þá. Ég var einn upp í Kjarnaskógi bara að dingla mér, skógræktarfólk ennum svona, það veit alltaf verið að koma saman og hérna gaula einhver lög eða gleðja sig bara, sem afar gott, en skrítin tilfinning í Kjarnaskógi 11. maí, sem merkist eigi að vera bara, sitja bara einn og horfa í kringum sig. En verður því ekki bara gerð skil aftur síðar, sko, þegar betur árar, þá er hægt að blása til afmælishátíðar einhverjar? Það verður bara haldnar 5 veislur í staðinn og við svo sem tileinkuðum bara þetta afmælisár sporgöngufólkinu okkar, fólkinu sem að bjó til skógana sem við erum að njóta núna. Eins og ég sagði, okkur finnst ekki tiltökumáli að skjótast upp í Kjarnaskógi eða hérna yfir í Valareid og fá okkur göngutúr í skjólinu. Þetta eru til og með staðir sem að þeir eru ekki hundi út sigandi nokkuð staðar. Það er náttúrulega logn þarna, þannig að það eru frábær útvistarsvæði á Akureyri og allt í kringuðu, en þarna eru kannski 60 auka dagar á ári þar sem að annars staðar er ekki hundi út sigandi, en þú getur alltaf gengið að góðu veðri, og þetta eigum við sko fólkinu sem að hérna bara snemma á síðustu öld byrjaði að búa til þessa skóga og hérna mér finnst forréttind að fá að vinna með þann efni við og miðlunum áfram, og okkur ber eiginlega skylda til að heyra þetta fólk pínu. Akkurat. Og það ber svolítið á því, ekki, af því að þessi langa saga og felur það náttúrulega að það var ansi margir komið að skóginum í gegnum tíðina. Gríðar margir. Sumir voru nú bara píndir sem börn, bara dregnir út af skólastjóranum, nú farið þið og plantið í Kjarnaskógi, fannst það hundleiðilegt, en öllum finnst það rosa gaman þegar það eru síðan liðin 50 ár. Já. Ég lendi oft ég að fara með hópa í skóginn, bendi á eitthvað rauðgarindrið þarna, og þessu var nú plantað 1958 og þá kemur bara hend upp í hópnum. Nei, við vorum hérna 1956. Það ringdi þennan dag og ég man hvernig þetta var. Og þetta er það sem er svo dýrmætt við þessi skóglendi okkar. Fólki finnst svo vænt þau. Ég skynja svo mikið þessa væntumþykju, og það er svo gott að Akureyringar eiga og Eyfirðingar eiga þessa skóga sem eru hérna. Já. Og hérna, þeir eru orðnir aðdráttarafl fyrir gesti, en þeir svona koma, þetta er ekki ferðamannastaður sem byggður upp fyrir túrista, heldur þeim svona boðið heim til okkar sem að lifum hér á svæðinu. Já. Þetta er einmitt. Þetta er fyrst og fremst kannski hugsað fyrir fólkið sem að býr hérna og er að nýta þetta árið kring. Þau eru svona grunnurinn að því að þetta er unni virki. Og þess vegna verður svo gaman, þú veist, það eru blakfellir í Kjarnaskógi. Ég hef engan áhuga að fara í strandblak, en ef ég er með fjölskyldu og er að labba, að sjá einhverja að sprikla, setjast niður, borða nesti með krökkunum, horfa á einn leik og halda svo áfram, þá svona þetta svona spinnur utan á sig. Heldur betur. Og þú varst að segja mér að hérna fyrir utalið, það eru 70 ár síðan að fyrsta jólatréð var selt það vel í Kjarnaskógi. Þannig að þetta er orðin ansi löng saga og hefðir fyrir því starfseminni. Það er alltaf ótrúlega gaman að vera með þessa sögu. Sko, ég held að það veri kannski 52-3 sem við seldum fyrsta jólatréð. Og hérna félagi gerði þetta í samráði við held ég Landgræðslusjóð sem var svona miðlæg á milli landshluta einhverjum trjám. Það var boðið upp á jólatré og greinar og það kvartaði nú jólatrjásölufólkið þá undan því að greinarnar seldust allar upp, bara eins og skot. Það voru tré í afgang af því að þetta var náttúrulega bara alveg nýtt og svona fólk hugsaði bara, allt til að kaupa eina grein en ég veit ekki jólatré, hvað er það? Það væri kannski bara bruðl. Og þetta var náttúrulega bara nýtt, þetta var bara eins og ef þér væri boðið tölvujólatré eða maður ekki alveg klóra sér í haustum og klóra sér aðeins. Hvað á ég að gera við þetta? Og svo heldur þetta áfram, svo fara skógarnir okkar að gefa, bara eins og Vaðlareiturinn hérna handan fjarðar, að þar var byrjuð 1940 eitthvað planta og 20 árum setna var komið fullt af jólatrjám, en þá var engin leiruvegur og eiginlega engin vegslóð í skóginum. Þannig að það voru bara vandræði hvernig átt að koma að þeim. Til byggða.
En þá voru þau bara dreginir í fjöru, bara einhvers staðar, veit ekki, við Vargjá þar sem að Jarðböðin eiga rísa eða einhvers staðar hérna, bara dröslað þangað niður og svo kom bara skip frá Akureyri og það voru ferjaðir heilu skipsfarmarnir af jólatrámi yfir á Höfnisbryggju. Já. Það sem að jólaþystir biðu svo. Já, þetta magnað. Þetta ég bara óska ykkur góðs gengis með jólatrjásöluna og hvet alla sem vantar tré eða bara vilja njóta útivistar í Kjarnaskógi til þess að koma til ykkar. Og bara takk fyrir að koma og segja okkur frá þessu öllu. Bara kæra þakkir og verið velkomin í Kjarnaskóg. Takk.